það að fólk fái sjálfstraust til þess að segja til það hvað það nákvæmlega er nákvæmlega bundið við þessa fræðslu samtakana 78 þar sem að þeir eru að nýta sína rannsóknir til þess að benda það að eftir því sem að fólk hefur meira frelsi til þess að vera allir opinskátt sitt eigið einkenni að þá miklu líklegra að því muni koma til með að líða betur. Hins vegar miðflokkurinn bara tala gegn því bara hérna ef að barn eitthvað trans þá það bara einhverja ranghugmyndir og þá það oftast bara ranghugmyndir foreldranna og fleira þar fram til götunum. Af hverju ekki að vera nákvæmlega með þessa fræðslu til þess að fólk geti verið vakið til umhugsunar? Ef ég til dæmis ætla að læra sagnfræði þá þarf ég fræðslu það. Ég get ekki bara verið einhvern veginn að binda mig við eitthvað ótrúlega handahófskendar hugmyndir það hvernig ég læri sagnfræði. Það þarf að vera eitthvað staðlað og þessi stöðlun eitthvað sem kemur frá samtökunum 78 þar sem þeir eru með ferla það hvernig þeir geta bæði breytt hugmyndum fólk sem inn í þeirra nærumhverfi það hvernig eigi að koma fram við fólk en í ofanalag að fólk hafi ákveðið svigrúm til þess að sýna fram á það að fjölbreytileikinn getur verið fyrir hendi og þeir geta fallið innan þess mengis. Já, í fyrsta lagi myndi ég velta því fyrir mér. Því meira sem þessi fræðsla hefur aukist, hefur umburðarlyndi aukist. Ég myndi segja að mér finnst hvernig hefur komið að þessu og ég held að þetta sé svolítið sem við höfum verið að reyna að benda á. Það alltaf verið að tala að sé eitthvað svona bakslag í þessum efnum. Það sem að gera samt bara raunverulega að fólk að hafna nýju hugmyndunum. Það enginn að hafna réttindum fólks. Það enginn að hafna því að þú að geta verið það sem þú upplifir þig vera. Það sem fólk að hafna að það sé verið að reyna að koma endalaust fræðslu sem að maður fær aldrei að sjá, það enga bækur, þetta alltaf bara eins og nú veit ég eru nokkru ungi miðflokksmenn sem hafa verið að taka þessa kynjafræði áfanga og það engin bók, það eru bara glærur kennarans og þar ég svona farin að velta fyrir mig hvar fræðin, af því að ég hafði mikinn áhuga á að lesa þessar bækur af því ég trúi bara auðvitað að ég vil skilja og eins og segja, því að ég held að besta leiðin til þess að skilja fólk að geta lesið svona rannsóknir og fræði og þannig. Þetta náttúrulega ritrýndir skoðanapistlar sko. Akkurat, en skilju þetta það engar svona kennslubækur og þannig, allavega ekki frá þeim ungu miðflokksmönnum sem eru að koma til okkar. Það alltaf bara glærur og Snorri Másson kemur mjög oft fyrir í þeim. Ég myndi segja að í þessari einræðinni með hvað þetta var rosalega áhrifaríkt að ég held í alvörinu að þetta sé að hafa gagnstæð áhrif. Ég eins og ég sagði áðan til alveg eðlilegt að í lífsleikni tíma skilju að þá farið yfir þetta að tala það sumir sem upplýsa svona, bara rétt eins og við erum með trúarbragðafræði til þess að við skiljum, hvernig virkar þessir hindú, hvað þýðir það? En ég get ekki séð að þetta hafi haft áhrif sem er að segja við okkur þetta muni hafa. Ég held að þetta hafi bara öfug áhrif. Ég held að sérstaklega fólki sem upplifir þetta sé of mikið, þetta býr þarna til andúð. Þetta er bara svolítið eins og ég hef oft verið að segja við fólk, alltaf verið að segja miðflokkursmikið móti útlendingum. Við erum alltaf að segja, nei, við erum á móti útlendingalögunum. Þau eru handónýtt. Útlendingalögin er það sem þarf að endurskrifa. Við þurfum að hætta að opna bara landamærin vegna þess að þá aðlagast fólki ekki að samfélaginu og það bara innviðni hrynja og þá það alltaf gert svo persónubundið og það er sama eins og ég er að gera núna. Hjá mér er þetta ekkert persónubundið. Hjá mér er þetta bara byggt á því hvað ég tel vera besta leiðin til þess að byggja upp samfélagið okkar, byggja upp umburðarlyndi. Ég held að sé ekki með því að svolítið koma þessu fyrir allstar. Af því að eins og við höfum séð, því meira sem við verðum að bæta þessu við, því meira verður bakslagið í umræðunni. Það er alltaf bakslag og samt eru alltaf komið svo meira og meira inn í allt og ég held að sé vegna þess að það er svona, þetta er bara eins og með borgarlínuna. Það þarf að vera svona skynsöm flétting að jú, það eru einstaklingar sem að upplifa þeir hafi fæstur öngum líkama og það er bara þeirra réttur og þeir eru alls ekki að verða fyrir því að illa sé komið fram við þá eða að þeir upplýsi óöryggi í skólanum eða verið fyrir ofbeldi. Þannig samfélagi vill enginn búa í. Þó að einhver ástæði það einmitt samfélagi sem verður að reyna að mála upp að miðflokkir vilja þessa torfhúskofa og okkur svona þannig sem er bara ekki rétt og ég held að þetta er bara svona típist fyrirsagnapólitík að í staðinn fyrir að horfa á af hverju erum við að segja þetta að þá vilja horfa bara hvernig vil ég túlka þetta.